Kannski setjum bara upptöku. Steingrímur Bjarnason, góður blessa og sæll höfðingi. Áttu blessaður. Herru, til hamingju með sigurinn helgina. En þakka þér fyrir það. Herru, þú ert að láta þá Sunnlendinga finna fyrir smá pressu eða ekki? Já, það verður einhver að gera það. Já. Ha. Þú ert ekkert að fara að láta þennan Kölska fara illa með strumpin í allt sumar. Nei, það má ekki. Nei, nákvæmlega. En hvernig, svona ef ég byrja á að spyrja þig, já, torfarinn á Blönduósi, hvernig hefur þú keppt áður á Blönduósi? Já. Og hvernig finnst þér svona aðstæður þar? Mjög gaman að keppa þar. Það er eitt svæði og það er ekki mikið liðiðferð það til þess að komast í brautur og annað. Þetta er svona lítið og þægilegt. Já. Og hvernig svona var stemningin hérna helgina? Hún var frábær bara. Sýndist allir skemmta sér vel og allir í góðum gýr bara. Já, og veðrið fínt eða? Já, það er mjög gott. Já, þannig að það hefur leikið við ykkur. Já. En svona ef ég byrja að spyrja þig núna, hvernig er svona strumpurinn búinn að láta þetta tímabil við þig? Hann er búinn að standa sér vel núna. Lítið bil er búinn að vera svo betur fyrir. Er ykkur breytingar á honum frá síðasta tímabili? Nei, engar. Nei. Þannig að hann stendur bara fyrir sínu? Já, það er bara þá tekið aðeins í gegn í fyrra svona vél og skiptingin í vor og þetta bara hangir í lagi og þá bara er gaman og okkur á að vera að breyta ykkur. Já, nákvæmlega. En hvernig hefur, tímabilið sjálft, það er ekki búið að vera neinn bílanatíðin eða neitt svona hjá þér? Nei, það er bara eitt öxvöld brotin, það er einu sem gerist, það var Egilsstöðum. Já, og er það ekki bara óskup venjulegt hjá ykkur hérna torfararkaupunum, að það er ykkur öxvöld brotin eða eitthvað svona? Já, það er sem betur fyrir sjálfgert. Já. En hvað ert þú búin að vera lengi í torfarinu fyrir þá sem ekki vita það? Ég byrjaði að keppa fyrst 1990 á Hellu. Já, þannig að þú farið víða eftir það? Já, ég er ekki búin að keppa öll þessu ári en alltaf verið viðlóðin, þetta er eitthvað aðstofamaður eða keppandi sko. Já, þegar þú tókst fyrsta skipti þáttu 1990, er þetta ekki búið að breyta svolítið síðan þá? Jú, talsveit mikið. Og hvað finnst þér að þá helst? Bílarnir náttúrulega er bara búin að þróast svolítið mikið. Fjöðrun og mótorar og allt í þeim dúr bara. Já. En hvað hét bílinn sem þú keppti fyrst á? Þetta er sami bílinn. Þetta er sami bílinn, það er strumpurinn alltaf? Já. Auðvitað. Þannig að þú ert væntanlega þá í miklu uppáhaldið það ekki hjá mörgum strumpum? Jú, það er fullt af strumpum sem líkar vel við hann. Já, nákvæmlega. Já. En svona almennt að keppninni núna að þetta tímabili er búið virkjana og þetta er bara allt of fljótt að líða finnst manni. Já, það vill oft verða þannig, en þetta er ágætt, þetta er búið að ganga vel og það er ekkert of þéttar keppnir, það má heldur ekki vera of þéttar sko. Það var svona fínt eins og er búið að vera svona, svolítið langt á milli keppna. Já, þetta er svona, þetta má vera svona, það er ekki minna en 2 vikur náttúrulega, en 3-4 vikur er ágætt sko. Já. Og þú mun taka þáttið ekki í síðustu umferðinni fyrir norðan? Jú, ég sjálfsögðu. Já, nákvæmlega. Og hvað tekur svo við að hjá okkur strumpinum ef við vetratíman? Það verður ekki bara dvali. Það verður bara dvali, já. Þetta er ekki. Fer hann þá bara inn í bílskúrinu og þú fer að sinna þínu bara? Já, Jeppi fær bara að vera í rútinu sinni bara. Já. Geymdu þar? Hann geymdu þar meðan þarf ekki að gera við hann. Já, áhuga. En þið hafið þá væntanlega gennum tíðina oft, er hann ekki búinn að fara í gegnum allt svona eins og hægt er að leggjast í þessu að skiptum hitt og þetta? Jú, það er náttúrulega búið að skipta meiri partina bílum frá því ég byrjaði að keppa sko, en það er nú samt en þó hlutir frá því ég byrjaði sko, þannig þetta er sami bílinn sko. Já. En hvernig svona ef þú horfðir á sérútbúna bíluna, við förum aðeins út í það áður en við förum í göttubíluna, hvernig hefur þið fundist sú keppni fara fram þetta tímabil? Mér hefur fundist sko ótrúlega mikið bílana hjá það. Já. Ég veit nú svo sem ekki hvað ástæðan er fyrir því, en stundum er þetta bara svona. Þetta er búin að vera óhefni kalla greini sem við getum að kalla það. Já. Mikið álag og þetta er náttúrulega verið að taka svakalega á þeim bílum, sko. Og þrautin er ekki, það er einföldustu sem að þeir stökkva í? Nei, þetta er stundum all svakalegt, maður skilur hreinlega stundum ekki hvernig þeir drífa þetta. Já. Svona ekki fyrir hvernig við heldur, en þetta er magnað bara. Já. En keppni þar er náttúrulega kannski ekki spennandi núna. Snorri Þór og Kórdrengnum, hann er nú orðin bara öruggur. Já, hann er náttúrulega búin að keyra svakalega flott í sumar sko. Og það er ekkert náð ógnanum meður.
Finnst þér hann búinn að keyra betur enn í fyrra? Bara hann sé búinn að bara bæta sig við eitthvað Já, ég ekki frá því. Hann sé svona gremmari og ég sé að hann eitthvað við hann lagaði bílínni vetur, það sé að betri bremsur og annað á honum, hann svona keyrir öðruvísi aðeins. En svona í sérútbúinu, ert þú ekkert vilhóðinn í neinu liði þar að styðja? Ég náttúrulega í hérna í Mósesbænum og við erum náttúrulega 4 bílar hérna í Mósesbænum. Já. Þannig að Ingólfur Guðvarsson náttúrulega búinn að vera lengi hérna góður kunningi minn og hans bróðir Kjartan og þannig að maður fer ofta heimsækja þá og svo náttúrulega Alli Ólin og hann er í Mósesbænum líka með sinn bíl og svo Valdi. Já. Þannig að Mósesbærin með þetta. Já, nákvæmlega. En Ingólfur, hann var allan í fyrra, þá var hann með ansi góð tilþrif alltaf þegar hann fekk lánsbíl og svona. Já, hann segur ekki við drengurinn. Já. Það er ekkert sem hræðir hann? Nei, það er svo sem allt gott líka. En maður þarf oftast að hafa með sér skynsemina svolítið til þess að það sé ekki alltaf rusli þegar maður kemur heim, sko. Já. Það fylgir því? Já. Það fylgir þessu bara. Já. En hvernig er ekkert svæði í Mósesbænum sem er hægt að nota til keppni jafnvel í framtíðinni? Nei, það er það ekki. Nei. Því miður. Þannig að þið farið bara hérna austur og norður í að leika ykkur? Ég leik mér aldrei. Ég set bara í gang þegar keppnin er byrjuð og mæti fyrstu braut. Já. Og það er bara þú og Strömburinn sem þekkið á reynslunni? Já, við erum búin að vera svo lengi saman í þessu. Já. Þannig að, Strömburinn, er þetta ekki elsti keppandinn? Já, jú, er það ekki. Uppi náttúrulega byrjaði að keppa undan mér, en hann tók mér eitthvað aðeins lengra fríhjald en ég. Já. Það er því sem ég man eftir augnablikinu, sko, í dag. Veistu hvað þú ert búin að taka þátt í mörgum keppnum eða mörg tímabil? Já, þetta eru ekki eitthvað 12. Já. Cirka. Já, cirka 12-13. Já. Þannig að það er nú þannig að þið er alveg nú eftir? Já. Nei, maður hefur gaman aðeins því ekki. Já. En hvernig finnst þér strákarnir hérna sem eru að keppa með þér í götubílaflokknum? Þeir eru 3 aðrir alltaf að taka þátt? Já. Þeir eru góðir, sko. Já. Og ertu búinn að kenna þeim eitthvað tricks? Allt sem þeir kunna, það hefur hafa lært af mér. Já, auðvitað. Það er bara fylgst með þér náttúrulega. Þeir eru flottir, mjög flottir, gaman að keppa það. Þeir eru grimmir og engin miskunn einstæðar. Það er bara þannig að vera. Já. Er ekki svolítið gaman að fylgjast með svona því að nú ert þú búinn að vera í þessu aðeins lengur og er ekki svolítið gaman að sjá framfæri hjá nýjum bílstjórum alltaf þegar líður á? Jú. Þetta gerist ekki einni nóttu, sko. Nei. Það er bara þannig. Er eitthvað svona almenn byrjandamistök sem að flest allir gera þegar þeir koma inn í keppnir? Nei, ekki þannig. Það er eina sem mér finnst stundum að marga sem er að byrja, þeir fara kannski full geist í að græja sig, skilur, það fyrir að byrja rólega bara á einhverju þægilegum ódýrum bíl, skilur. Þú kaupir ekki reynsluna. Nei. Hún þarf að koma og þá kemur allt hitt með. Já. Og þú þekkir það með Strömpnum, þú myndir aldrei fara að svíkja hann eða nokkuð? Ég vona ekki. Nei. En þú hefur væntanlega lent í því að það ekki getur tíðin að fá freistandi svona tilboð í Strömpin? Nei, ég hef alveg verið laus við það. Þú hefur alveg laus við það? Já. Það er kannski menn vita bara að þið eru bara það nánir að það bara láta ykkur saman í friði. Já, hann er ekki til sölu, en þú veist hvernig það er samt allt til sölu fyrir rétt verð, sko. Já, nákvæmlega. En hann er samt ekki til sölu. Nei, nákvæmlega. En hvernig, svona, hefur alltaf verið með sama teymið í kringu þig, eða er þetta búið að vera margbreytilegur hópar? Þetta er náttúrulega ekki sama teym og byrjaði með mér hérna í gamla dag, sko, en nema bróðir minn. Já. En þetta er breytilegt og þetta er náttúrulega bara, þetta er engin kvöð fyrir einn að vera með mann í þessu. Það var gaman að nennu og hafa vilja, þá verður allir velkomni, sko, skilur við. Þannig að ef þeir eru farið uppbyggnir í öðru, þá er það bara skiljaði. Já, nákvæmlega. Þannig að þú pínir ekki mennina í þetta bara, nú verður þú bara að standa því í þessu. Nei, alls ekki. Nei. Þetta er allt fyrir ánægina. Já, en næsta keppni fyrir norðan og það hlýtur að er ekki bara Strömpurinn orðin spenntur? Jú, ég held að það bara klári þetta. Já, þannig að þú þarft ekkert að gera annað en að þrífa hann? Ég þarf alla að þrífa hann. Nei.
hann bara hann strax reitt. Já, nokkur lítið líka hún, sko. Já, Steingrímur Bjarnason, þakka kærlega fyrir og já, þú ert náttúrulega væntanlega það ekki að fara að veita kölska alvöru keppni þarna fyrir norðan? Ég gerir mitt besta, ég gerir það nú alltaf, en stundum gengur það bara ekki nóg. Já. En það verður gert allt. Já. Svo hefur, Pjakkurinn, hann hefur komið svolítið sterkur inn núna þetta tímabil? Jú, hann er alltaf að vera grimmari, hann er að læra þetta. Já, nákvæmlega. Svo ég sagði, þetta gerist ekki einni nóttu. Nei, þeir þurfa fyrst að fylgjast með þér á strumpnum. Já, hann er náttúrulega bara að læra bílinn og breyta bílinn fyrir sig og svona, svo hann vil hafa hann og það kemur þetta. Nákvæmlega. Steingrímur Bjarnason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangiði vel. Takk fyrir þetta. Bestu kveður. Já, bless. Já, nú torfæri Billy, næsta keppni náttúrulega fyrir á Akureyri og ég man ekki nákvæmlega dagsetningur af því, mér minnir að hún sé núna í lok ágúst, ég er ekki með það beint fyrir fram að mig núna, en allt spjall torfæru fer fram náttúrulega inn á Facebook meðal annars á hópnum torfæru áhuga menn. Þetta er opinn hópur fyrir alla þá sem hafa áhuga torfæru og gott betur en það. En við ætlum að fara aðeins núna yfir í fótboltan. Það er einn leikmaður sem spilar í utandeild, spilar meðal annars með einu góðum selfisingi sem er búinn að raða inn mörkunum í Reykjavík, en hann er búinn að skora núna, ég man ekki hvort hann sé búinn að skora 12 mörk í örfáum leikjum, farið ekki langt. Níu, sex, þrír Suðurland 963